Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinu sem við tökum að þessu sinni upp hérna í Flugsafni Íslands. Erum undir þristinum. Já. Hvorki meira en minna. Þetta er þristurinn. Þetta er þristurinn. Frábært safn og gaman að vera hérna. En næst ætlum við að tala útskrift í málmsuðu, hvorki meira en minna. Já. Og það þykir nú bara dálítið tíðundum sæta. Það gerist ekki á hverjum degi og hefur ekki gerst undir ára. Nei, 2006 þá var útskrifað síðast og þá voru 2 sem útskrifust í málmsuðu. Og þetta svona braut sem er reyndar eftir kennslu eftir menntamálaráðuneytinu og er sem sagt í rauninni löpandi kennslu. En við förum svona, það farið svolítið önnur leið núna að þessu og mér langar kannski að koma inn að svona forsögu málsins. Það þegar ég kem inn í sem sagt verðandi 2012 sem formaður stéttarfélags, þetta ekki bara, snýst ekki bara kaup og kjör, heldur snýst þetta líka sem sagt önnur mál og menntamálin. Sem er sem sagt félag málmiðnaðarmanna. Já, en það snýst svolítið svona menntamálin og það svolítið svona þörfin fyrir okkar félagsmenn gagnvart endurmenntun og svo framvegis og það líka gagnvart menntuninni, grunnmenntuninni sem slíkri. Þannig að þú ert með fullt af klárum mönnum að inni en þá vantar skiptinni upp á... Það er nefnilega fullt af mönnum þarna inni, við erum búin að vinna lengi í fyrirtækjunum með mikla þekkingu og reynslu en einhvern veginn flosnuð upp úr skóla og kláruðu ekki námið sitt og þannig að það sem við gerum 2012 þá köllum við saman fund með endurmenntunarfyrirtækjunum, skólanum og endurmenntunarfyrirtækin eru Sími og Iðan sem er endurmenntunarfyrirtæki iðngreinanna og höldum ráðstefnu það að kalla saman atvinnulífið inn í skólakerfið og reyna að vinna svolítið saman með atvinnulífinu. Og þessi útskrift í málmsuðunni sem verður á morgun er svona mjög spennandi og skemmtilegt verkefni og við erum að svara í rauninni atvinnulífinu svolítið með þörfina, svara þörf þeirra sem að vinna á stöðunum og eru komnir á ákveðinn aldur og hafa ekki haft sig af stað og það kannski, og eins og ég segi, við þurfum að gera þetta allt í samspili. Það svolítið ríkt í okkur Íslendingum að halda alltaf við séum bestir í staðinn fyrir að vinna svolítið saman. Og þetta svona mjög skemmtilegt verkefni endurmenntunarfyrirtækjanna, skólakerfisins og atvinnulífsins. En þetta það sem samt hlýtur að vera svolítið frábært verkefni fyrir fyrirtæki eins og Sími að fara að vinna eins og raunfærnimat og ég nú sjálf bara hitt nokkuð margar sem hafa farið í þetta og einmitt sama sagan einhvern veginn út í gegn fólk sem er mjög hæfileikaríkt með mikla þekkingu en litla trú á sér þegar kemur á skólakerfinu og virðist einhvern veginn blómstra upp á nýtt í þessu umhverfi en raunfærnimat samt ekki bara að mæta og fá stimpil, þetta ekki aðeins meira máli en það? Raunfærnimat heilmikið ferli en það bara svo gefandi frá fundi 1. Þannig að og bara koma því á framfæri strax á meðan ég man að við erum að safna fólki í raunfærnimat í til dæmis málmsuðu. Þannig að hvetja alla sem hafa einhvern áhuga á því til þess að skoða það, alla sem eru starfandi í greininni og sem ekki eru búin með þetta nám að koma og fá metið. Það eru náttúrulega margir sem að tala við sem eru mjög flinkir í höndunum sem hefur oft fundist bókinu vera fyrir í námi. Hvernig fer til dæmis svona raunfærnimat fram? Er þetta viðtöl eða mikið í bók? Við skiptum þessu niður í svona 5 þrep og fyrsta þrepi þá bara kynningafundurinn þar sem við útskýrum fyrir áhugasömum hvað raunfærnimatið og þá sitja allir bara ofsalega mikinn hjartslátt af því að þeir eru ekki að fara í skóla og hlusta á það hvernig svona fer fram. Eftir kynningafund þá byrjar þetta svona á einstaklingsbasis, þá kemur hver og einn í viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa og það í rauninni bara svona spjall, þá bara farið yfir hver starfsreynslan þín, hvað ertu búin að vera lengi að vinna og við hvað ertu búin að vera einhvern tímann í skóla og hvaða fög ertu með og þá fer fólk og safna svona saman gögnunum sínum og veltir þessu pínlítið fyrir sér. Margir hafa, þetta eru kannski orðin mörg ár sem þetta dreifist á og þá þarf svolítið að grafa. Næsta skref svo það sem við köllum færnimöppugerð og þá bara skráð á ákveðinn hátt niður þessar upplýsingar. Hvar hefur viðkomandi unnið, við hvaða verkefni og hvaða menntun hefur hann og hvaða áfang og þetta bara skráð með ákveðnum hætti.
og færnimappan svo eitthvað sem að matsaðilarnir, þeir sem eru sérfræðingar í náminu, fá og skoða, þannig að þeir vita pínleiti hvernig þeir eru svo að fá í mat. Það engin matur. Nei. Hvernig það fæði mat? Svo sem sagt næst, þá eru matsviðtölin. Og þá eru alla jafna 2 matsaðilar og ráðgjafi sem að fylgir hverjum sem kemur fer til þess að þreyta þetta mat. Hann hefur með sér ráðgjafa og þetta líka bara, sko, þetta ekki próf. Þannig að það bara farið í gegnum frá A til Ö þar sem þarf með fólki. Og inn í matinu, mér finnst mikilvægt að það komi fram, þá eru mjög gjarnan raundæmi. Eins og til dæmis bara í Málmsuðunni, það misjafnt hversu eðlilegt fólk það að tala það sem þær kannski gera alla daga. Og koma því frá sér munnlega hvað það kann. Og þess vegna erum við með þessi dæmi og þá eru menn bara sem eru búnir að vera að vinna með suðugræðinar, þá bara sjóða þeir. Já, nákvæmlega. Og þetta opnar náttúrulega leið til þess að það hægt að útskrifast til að fljótlega. Sem hefur hvaða þýðingu? Sko, í rauninni þá klálega skólakerfið og atvinnulífið að kalla svolítið eftir svona ákveðnum breytingum á námskerfinu sem slíku og jafnvel styttri einingum og í iðngreinum hefur verið talað sérstaklega þetta. En einhvern veginn finnst mér svona menn vera eins og menntamálaráðherra kannski og gerði nú samning við náttúrulega kennara og svo framvegis það að fara að breyta námskerfinu. En þetta þarf að gera svolítið sátt við atvinnulífi líka. Og með þessu móti erum við byrjuð að svara atvinnulífinu og já, klálega, en jafnframt gefur þetta möguleikana, svo víða möguleika til að áframhaldandi náms. Þannig að bæði það, ef þú færð þetta raunfærnimat, ferði í gegnum það, klárar og útskrifast, þá hefur þú möguleika á framhaldsnámi og eða betri starfsmöguleika á atvinnumarkaði. Það er ástæðan. Lokapunkturinn í raunfærnimatinu alltaf að skoða hvað ertu að fá metið, hvað áttu þá eftir til þess að ljúka sveinsprófi í þessu tilfelli. Og þessu raunfærnimatsverkefni sem við vorum að vinna síðast, þá fengu þessir einstaklingar 500 og eitthvað framhaldsskólaeiningar metnar, þeir voru búnir með rúmlega helminginn. Og þeir eru að fá þetta mat í apríl í fyrra og þeir eru útskrifast í desember einhverju af þessum. Hvað eru margir að útskrifast núna á morgun? Það eru 10 að útskrifast í Málmsuðunni. Svo erum við reyndar afhendum við sveinsbréf líka, það eru einir 6 bifreiðavirkjar í leiðinni, þannig að nýtum bara tækifærið það. En við viljum svona ákveðum að yfirleitt erum að afhenda sveinsbréfin á haustin, en það sem að þetta svona sérstakt tilfelli með Málmsuðun og við erum svona ítað þess að stað, þá vildum við ekkert vera að bíða heldur bara að gera þetta strax. Atvinnulífið öskrar á Málmsuðumenn. Já, það er bara þannig. Já, þetta er frábært framtaka, ég vona að það sé hægt að finna leið til þess að nýta raunfærnimat bara og sem flestum sviðum, þetta fullt af snillingum. Raunfærnimat kostar ekki neitt, það er mikilvægt. Já. Og þetta er pjúra sjálfstyrking, kostar ekki, þarf ekki að borga fyrir sjálfstyrkinguna og hún fylgir alltaf með. Vá, þetta er klálega. Þetta er bara, þú hefur enga afsökun. Það er ekki hægt að bara hringja í sími núna, símin nei. Þetta er klálega ákveðin leið og laust fyrir þá sem að hafa til dæmis talið sig vera kannski ekki tilbúna til þess að fara í nám á þeim tíma og hafa einhvern veginn ekki haft sér stað. Þannig þetta er bara klálega leiðin. Það er búið að selja mér þetta? Já, fyrir alla þá sem búin að vinna í þessu í mörgum gáð sem alltaf bara stimpilin upp á þeir síðu snillingar. Já, en þeir þurfa að hafa eins fyrir því, eins og hún lýsti hérna á það, sko. Þetta er ekki bara einhver gjöf, sko. Það er pínu misskilningu með það og auðvitað fáum við kannski líka ádeilur það, en það er bara þannig í lífinu. Það er alveg sama hvað við gerum, það er alltaf til ólíka skoðanir, sko. En aðalatrið að við séum að vinna þetta í samvinnu. Og þetta eru sérfræðingar skólans sem meta hvað þú kannt af því sem er verið að kenna þar, ekkert annað. Þetta er frábært. Gangi ykkur vel með þetta og til hamingju. Takk fyrir það. Og við ætlum að halda áfram hérna í Flugsafninu rétt á eftir.